Sæl og blessu, heyrist í mér? Góða kvöldu öll saman. Og verið hjartalega velkomin. Ég heiti Kristján og ég verð kynnir hér í kvöld. Þið kannski þekki það eru salernir inn á gangi til vinstri og það barnagæsla hérna frammi innst að hurðin til hægri. Ef það einhvern sem vantar biblíur, þá eru biblíur hérna aftast, bæði á íslensku, ensku og spænsku fyrir þá sem að vilja. John Harry ætlar að tala til okkar, en hann tauga vísindamaður en hefur snúið við blaðinu má segja og starfar í dag eingöngu við það að breiða út fagnaðarboðskapið og ferðast á milli landra og deilir úr orði Guðs. Auk hans sérstaka einsinni inn í tauga vísindin. En áður en við höldum áfram lengra, þá ætlum við að lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Biðjum þig að leiða og vernda. Við biðjum þinn heilagan anda. Þú meir útdeila honum yfir okkur öll sömul. Kæri Faðir, ég bið fyrir þeim sem eru hér, þeim sem kunna vera á leiðinni, þeim sem ekki komust og einnig þeim sem að fylgjast með á netinu. Kæri himneski Faðir, ég bið þig að blessa einnig sérstaklega hann John Harry þegar hann talar til okkar í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja þemasalminn okkar, Gefðu gætur að Jesú. Þá ætla ég bara að gefa honum John Harry orðið. Please, John Harry, over to you. Good evening and happy Wednesday, everyone. Og kvöldið og gleðilegan miðvikudag öll sömul. Welcome to our 10th night Velkomin, of meeting here in Iceland. velkomin á þennan fyrirlestur, hann 10. í röðinni. It's a privilege and a blessing again to be with you. Það bæði forréttindi og heiður að fá að vera með ykkur hér í dag. We are enjoying your country Og við að njóta þess að vera hér á Íslandi. and we hope to enjoy people too. Og við viljum líka og vonast þess að njóta samverunar einnig. There's just not enough people, En það vantar smá fleira fólk, segir but we hope to get to visit some of you starting tomorrow. En vonandi getum við jafnvel heimsótt eitthvað ykkar frá morgundeginum. But every morning I get to enjoy the beauty of this beautiful country. En á hverju morgni þá fæ ég að njóta fegur þessa fallega lands. I would do my morning walk, Ég fer í morgungöngu, about 1 hour and 15 minutes walk each geng morning. í svona klukkutíma og korter á hverju morgni, Do my 8 kilometers walk labba það bil 8 kilometra and just soak and breathe Icelandic air. og anda að mér hinnu íslenska lofti. And I'm telling you, it's almost heaven on earth. Og ég segi ykkur það að það bara næstu því eins og vera komin til himna. And interestingly, I get to experience that each morning. Og ég fæ að njóta þess á hverjum morgni. And our topic this evening is actually heaven.
Og það sem við ætlum að tala í dag, það einmitt himnaríki. But God is good in giving us a little bit, a foretaste of heaven right here. En Guð góður, hann gefur okkur smá forsmekk af himninum hér. Are you enjoying the nightly meeting? Are you learning some things? Hvernig hefur ykkur þótt fyrirlestranir? Hafið þið lært? Praise God. Lofið Guð. I hope that you bring more of your colleagues, friends, neighbors. Endilega People you know, bjóðið grab vinum. them. It's for everyone. Þetta bóðið fyrir alla og endilega bjóðið fleirum að koma. This evening I'm going to be talking about the most influential neuron called the mirror neurons. Og hérna í kvöld þá ætlum ég að tala þá taug sem hefur mestu áhrif og það svokölluð spegilд taug. Anybody heard of mirror neurons? Hafið þið heyrt mirror neurons eða spegilд taugar? Anyone? Wonderful. We have a medical professional there. We're exempted anyone else in the public. Og það Okay, þarna this is another medical professional. og það Anyone það else? tveir sem réttu upp hönd og það heilbrigðisstarfsmenn, einhverjir Okay, fleiri. another one. Einn í viðbót. All right. Before we Yeah. dive into our night's topic, let us bow our head for a word of prayer. Áður við höldum áfram, þá skulum við lúta höfði í bæn. Mighty God and everlasting Father, Almáttugi Guð og eilífi Faðir. I kneel before you not because kneeling makes it prayer, Ég krýp fyrir þig en ekki vegna þess að það býr til bænina, but simply to acknowledge you're the God whom we serve. heldur til þess að gefa til kynna að þú And ert drottinn sem við þjónum. As we dive into tonight's topic, Og þegar við förum inn í efnið kvöldsins, please speak to us þá byggjum við þig að tala til okkar and give us an understanding og gefa okkur skilning of this important topic. á þessu mikilvæga efni. And before we leave this place, Og áður en við yfirgefum þennan allow stað, us to have that experience with Jesus að við megum hafa þá upplifun með Kristi, through the studying of His Word. með því að læra í orði hans. And we thank you and praise you. Og við þökkum og You've lofum heard þig our prayers að þú hefur heyrt bænur okkar. in Jesus' name. Í Jesu nafni. Amen. All right, mirror neurons. Spegil taugar. So mirror neurons is a neuron that is activated Og þessar spegil taugafrumur virkjaðar in response to an action sem svörun við einhverjum sem að gerast, a gesture, eða viðbröðum einhver a annara, behavior eða hegðun einhver annara in someone í einhverjum that somebody has witnessed. sem að maður sér, All right, let me give you a picture. verður vitni að. There's one right here. When you're with a child Þegar það barn, þeir or a með barni, baby, you know, with a baby, Já. you feed, Christian is a father. ég faðir, Surely he's fed his babies, his children, little ones. ég hef gefið börnunum mínum að borða, já. You have a spoon Maður með skeið, and you say, ah, segir maður. and the child will open the mouth to Og barnið opna munnin can og, feed your child. og fær sér að borða. It was discovered in the 1990s by an Italian scientist. Það var komist að þessu á 1990 til 2000 og komustu menn að því að þessum uppgötun. And like many discoveries in science, it was discovered by accident. Og eins og margt annað í vísindunum, þá var þetta uppgötun bara fyrir tilviljun. The experimenter was sitting at his recording apparatus. Og vísindamaðurinn hans satt við upptöku tæki sitt. There was an electrode implanted in the brain of a monkey. Og það var búið að tengja einhvers konar rafrit við heila apa. And as the monkey was trained to perform a certain task, Og það var verið að reyna að fá apan til að gera ákveðin hlut. but as the experimenter En þegar að sá sem framkvæmdi tilraunina got peanut from his peanut bowl tók hnetu úr hnetuskálinni to eat, til að borða, he heard this noise on his apparatus of a neuron activity going. þá heyrði hann að heilaritið sem var fest á að banna það kom hljóð, það var eitthvað í gangi, það var eitthvað að gerast. Tauga hreyfingar. He was surprised. Og hann var mjög hissa. And he then looked at the monkey Og hann kíkti yfir apan and saw the monkey looking at him.
Og svo sá hann að apinn var að horfa á hann and started doing this. og byrjaði að tyggja. And whenever he would reach for the peanut, Og í hvert skipti sem hann náði sér hnetu, the monkey's premotor cells would fire. og þá bara byrjaði heilin að vinna. This is the mirror neurons. Og það þessar taugafrumur. And lo and behold, Og við sjáum, after more studies, og eftir að menn rannsaka þetta betur, he discovered what we now call the mirror neurons. að þá komst vísindamenn að því að það væri til þessar taugafrumur. So this is, for example, in the resting state, there's no electrical signal. Og þessi taugafruma, ef hún í hvíldarstöðu, þá hún bara svona. The moment the monkey grabs something, En leið og apinn tekur eitthvað, there's a neuronal activity right here. þá gerist eitthvað í tauginni. And then here's the monkey Og svo apinn, looking at the same object. sér sama hlut Somebody grabs it, og einhver annar tekur hann. and the neurons fire, similarly as if he grabbed it himself. Og þá senda spegiltaugunar skilaboð svipuð og þau sem voru send þegar hann var sjálfur að taka hlutinu upp. So species and brain areas with evidence of mirror neurons in different species. Og það hægt að sjá það, að leiða líka á því að það séu svona spegiltaugarfrumur í mismunandi dýrum og fólki. It's like in rodents, Í macaque monkeys, í öpum, í nagdýrum, in birds, í fuglum, in bats. í leðurblökum It's also present in dogs, by the way, man's best friend, og líka í hundinum sem nú besti vinur mannsins and of course human. og að sjálfsögðu hjá mannfólki. Now, what happens is this, the And that's role in- of mirror neurons. En það þetta sem að gerist og þetta hlutverk spegiltaugafruma. There's the observation phase. Fyrst þá erum við að fylgjast með. There is the imitation phase. Svo það að herma eftir And there is the action phase. og síðan framkvæmdin. So, I'll give you a typical example of a mirror neuron. Og ég ætla að gefa ykkur bara alveg dæmagert dæmi hvernig Look at me. spegiltauga frumur virka. Horfðu á mig. Maybe that's a mistake. Kannski voru þetta mistök. Because afterwards you will see many, if not all, will find themselves yawning. Af You því see that several times. að það sem gerist þegar við sjáum einhvern All right. gespa, þá Here's byrjum another við one. sjálf að gespa. Laughing when others laugh. Það hlæja þegar aðrir hlæja, það annað. Sometimes it's contagious, right? Especially when someone is laughing so hard. Hlátur getur verið smitandi sérstaklega þegar einhver hlær mjög mikið. It's like this one, harder to frown when somebody's smiling at you. Það erfiðar að vera með skeifu á munninum ef að það einhver sem brosir beint á þig. Somebody's smiling at you, Það einhver að brosa til þín, you smile back. þú brosir tilbaka. When watching a movie, Og hard to stay still. þegar maður horfa á mynd og þá erfitt að vera kjur, When you see that snake þegar þú sér crawling on the sná, leg of somebody, að skríða á climbing fótum einhverjum around, eða klifra and suddenly og allt í einu begins to strike, og and ætlar you að fara suddenly move. að reyna að ná og maður færi sig svona frá. Okay? You see the same in people who are boxing fans. Og ég sjá það sama fyrir þá sem að horfa á nefaleika. They're watching boxing and all of a sudden they're moving. Þeir horfa á boxi og svo allt í einu að When somebody hreyfa is sig throwing a punch. þegar höggin koma. Why? Af hverju? Because one perceives, when one sees, Því að þegar maður horfir á, your brain actually calculates and imitates what one sees þá heilinn að reikna og herma eftir as if that is you. til að sjá alveg eins og þetta væri þú sem sjálfur væri í þessum aðstæðum eða gera þetta. Mirror neurons has been used for many things. Og svona spegiltaugafrumur hafa verið notaðar til mismunandi hluta. It's used in marketing.
Þær eru notaðar í markasetningu used in seduction, og til að tæla and all sorts of things. og alls konar hlutum. Okay? Because by seeing, Af því að með því að sjá, remember what I already mentioned once, the brain is like a sponge. ég hef nefnt þetta einu svona áður en heilinn hann eins og svampur. It absorbs everything. Hann tekur allt upp í sig. Actually, it has been reported in a journal that you and I only need to see something 27 times for us to imitate what we saw. Og það hefur verið gerðar rannsóknir á því og það hefur verið birt í ritrýndum greinum að við þurfum bara að sjá eitthvað 27 sinnum til þess að geta endurtekið það. That's interesting. Það er mjög áhugavert. Because that's how advertisement works. Því að það er akkurat þannig sem að auglýsinga virka. Sometimes you wonder. Stundum ef maður veltaði fyrir sér You go into a mall, og ferð inn í verslunarmiðstöð, intend, unless you're a man, of course, nema kannski að maður sé karlkyns or Gina, eða Gina. that you go into a mall, Maður fer inn í verslunarmiðstöð intending to buy only one or two things, og maður ætla bara að kaupa 1 hlut eða 2 and lo and behold, you come out not with one or two things, you come with 10 things. og maður kemur ekki út með 1 eða 2 hluti, heldur 10 hluti. And there are times you even question yourself, on your way to your vehicle, why did I buy this? Og jafnvel þegar maður er að koma á leiðinni í bílinn þá fer maður að hugsa býta af hverju keypti ég þetta? That ever happened to anyone? Hefur þetta einhvern tímann gert fyrir einhvern? All right. That's simply because our mirror neurons have been activated. Og það er bara einmitt að því að þessar spegiltaugafrumur hafa verið virkjaðar. And your hippocampus, which is the storage of all these things, is readily accessible, Og hippocampusin, which part which of your memory has been stored, Já, það sem að minnið er geimt, að is readily accessible. hann er mjög aðgengilegur þegar maður er með þessar frumur eru virkjaðar. So when you do go into a store and you see that thing, Og þegar þú ferð inn í búð og þú sér þetta, now the thing that kicks in, I want it. þá kemur þetta, mér langar í þetta. I need it. Ég þarf jafnvel þetta. I'm walking out with it. Ég ætla að ganga út hérna með þennan hlut. And then now you're in conflict Og núna ertu komin í because your átök. prefrontal cortex is now working, but you're out of the store, already bought it. Og nú ertu búin að fara og kaupa og ertu að labba út og þá er allt í einu framheilin farin að virka og hann segir, And you ask yourself, why did I buy this? og hann spyrði, eða þú spyrði þig með framheilunum, af hverju var ég að kaupa þetta? And you have no courage to return it Og maður kannski skortir hugrekki til að fara að skila þessu. until you get home Svo fer maður heim and Gina howls at you. og Gina, hún bendir mann á, settir mann All á right. réttan stað. So now, this is the mirror neurons. Þetta eru spegiltaugafrumur. It's interesting. Color-coded, responds to performing the action. Og það er búið að lita kóða þetta þarna. Það eru, viðbrögðin eru eins fyrir þegar einhver gerir eitthvað. Witnessing the action. Þegar maður sér einhvern gera eitthvað. Interesting, because it's not just witnessing and seeing, it's also hearing. Og líka ef maður heyrir að eitthvað sé gert. And then the mirror neuron, guess what? It responds with empathy. Og þessar spegiltaugafrumur, þær svara með samúð, Mimicry með því að herma eftir and vicarious experience. I want to experience it myself. og með þeirri upplifun að maður vilji sjálfur upplifa það. That's the reason why when you see advertisement, Og það er þess vegna sem að þegar við horfum á auglýsingar, somebody is holding that ice cream, það er einhver sem heldur á þessum ís, whatever that is, and they go, eða hvað það er, og hann verður og sleikir ísinn, the ice cream image is not enough. það er ekki nóg að bara sjá ísinn, Someone has to slurp it. það þarf einhver að sleikja hann líka. And when somebody does that, Og þegar einhver gerir það, before you know it, áður en þú veist að því, the Pavlovian effect on you is kicking in. þá byrjar þetta að hafa áhrif á þig. You know, Pavlovian effect is found on dogs. Og það er þessi Pavlovian áhrif sem eru fundin á hundum. You just need to take a bone out and they're already salivating. Og það er alveg bara nóg að koma bara með bein og þá eru þau byrjar að finna framlega munnvatn. So again, mirror neurons can be used
Spegiltaugafrumur geta verið notaðar with stroke patients, með þá sem hafa fengið heilablóðfall, depressed patients, þá sem eru þunglyndir, people that have anxiety, sjúklingar sem eiga stríða við kvíða and certain negative behaviors. og líka gagnvart neikvæðum hegðunum. By activating those mirror neurons, Með því að virkja spegiltaugafrumunar they can be used for therapeutic use. að þá hægt að nota þær til þess að veita meðferð. That is the power Það krafturinn that is found in the Word of God, sem finnst í orði Guðs. that by beholding, Það með því að sjá we become changed. verðum við breytt. This was in prison. Þetta var í fangelsi. We were doing an evangelism meeting in prison. Við vorum með trúboðsfyrirlestra í fangelsi. And I tell you, the first day we came in there, Og fyrsta daginn sem við komum þar, these hardened criminals, you can sense it, you can see it. þar voru þessir glæpamenn og harðsvírir glæpamenn, maður gæti séð á þeim. After 3 days, Eftir 3 daga, they were like little lambs. það voru þeir eins og lítil lömb. But by beholding, Af því að þegar þeir sáu, we become changed. þegar við sjáum þá verðum við Bless you. breytt. So here bless are you. this, they are drug traffickers, Hérna eru eiturlyfja innflytjendur, no more, en þeir eru það ekki lengur. because they have seen the glory and the goodness of God. Því að þeir hafa séð dýrð og góðmennsku Guðs. Actually, in this prison, we had 37 people baptized. Í þessu fangelsi voru 37 einstaklingar skírðir. And every summer, we've done meetings in there. Og hvert sumar þá höfum við gert fyrirlestra þar. And the prison population has 360 inmates. Og það eru 360 fangar í þessu fangelsi. And after 4 years, Og eftir 4 ár, we've had about 200 þá of voru them baptized. 200 af þeim hafa skýrst. And we have a presence trú. in there, Og við höfum viðvarandi viðveru þar. and they have a worship service every Og, Sabbath. og það er meira þess að kirkjustund á hverjum kvildadegi. So- Lögum. Notice here what it says. Sjáðu hér hvað stendur. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Annað But with Korintharbréf. all open face beholding, as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as the Spirit of the Lord. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspegluðum dýr Guðs ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar, þetta gjörir andi drottins. That's what I'm saying. By beholding, we become changed into His likeness. Með því að sjá, þá ummyndust við til hinnar sömu myndar. The question is, Og spurningin who are we beholding? hvað það sem við erum að horfa á? Sometimes we see young people walking down the street, Stundum sjáum við ungt fólk ganga niður götuna and they walk like this. og þeir labba eitthvað á þessa leið, Just faster. bara örlítið hraðar. And you wonder, is one leg shorter than the other one? Og maður veltiði fyrir sér, annar fóturinn bara styttir en hinn? No. Nei, Their trouser almost down here. og buksunar einhver staðar freka neðarlega. And you wonder, how and why? Og þú veltiði fyrir, af hverju, til hvers? You can almost predict as to whom they have been beholding. Og maður getur jafnvel bara næstu spáð fyrir og sagt fyrir hvern þeir eru að fylgjast með. They have been beholding a rapper Þeir hafa verið að fylgjast með rappara who was thrown in prison. sem var hent í fangelsi And in prisons, they don't get belts. og í fangelsi þá fá þeir ekki belti And they get extra large trousers. og þeir fá mjög stóra buksur And they wear those trousers. og þeir eru í þessum buksum And it's extra large. og þeir eru alltaf stórar So it's always falling off. svo er alltaf detta So they wear their trouser in there. svo þeir eru með þarna Finally, they get out. og svo fara þeir út And they realize, man, I like my trouser in prison. og þeir fara að segja, já, mér líkaði bara vel við buksunum sem ég var This í is part of fangelsinu. who I am. Þetta var bara partur af því sem ég er. And the rapper wears the trouser. Og out rapparinn, there. hann er í buksunum úti, Similar, baggy, almost falling off. svona vosalega víðum að næstu því að detta niður. He had a few years practice keeping it in.
Hann búinn að vera í nokkur ára að æfa sig í að halda buxunum svona uppi. And so he walks, Svo hann labbar, keeping it up, heldur buxunum uppi and the world follows. og heimurinn hann eltir bara. By beholding, Með því að sjá, we become changed. þá ummyndumst við. The question is, what are we beholding? Spurningin bara hvað það sem við erum að horfa og fylgjast með. Look at this. I was just curious. Ég var bara mjög áhugasamur Icelanders who believe in elves. og þetta tölfræði yfir Íslendingar sem trúa á I am álfa. very innocent to these things because I didn't know Icelanders would believe in elves. Og ég verð að viðurkenna að ég svolítið saklaus í þessu því ég vissi ekki að Íslendingar trúðu á álfa. But as I landed at the airport, En þegar ég kom á flugvöllinn and as I was walking by the shops, og ég var að labba í búðina, við kringum fram hjá búðunum, and I said, what are those things? og ég fer að spáði, hvað þetta? Elves. Þetta eru álfar. I said, oh, okay, they have elves here. Alltaf, eru álfar hérna? First thing that came to mind. Það var það fyrsta sem ég datt í hug. And so I think that, okay, last night I decided, let me see about this elf thing. Og í gærkvöldi þá fór ég að hugsa ekki, ég ætla aðeins að It's fylgja eftir þessu með interesting. þessa It álfana. says here, there is a possibility that 37% of the population, 37% af íbúum á Íslandi They're trúa not því að það sé discounting it. möguleiki að það sé til álfar. 19% says unlikely, 19 segja þessi ólíklegt, right? There's 19%. 17% that says likely. 17% sem segja þessi líklegt að það sé til So more álfar. than 50% of the population have not ruled it out. Svo meira en helmingur af Íslendingum hefur ekki útilokað að það sé til álfar. Look at this one. 13% definite. Og það eru 13 sem segja að það sé alveg fullvist að það sé ekki til álfar. Only 5% En 5% is like no option at all. It's not even an option. That means that, okay. Okay, Segja so bara now- það er ekki eins og möguleiki. Now look at this one. Who believe in God? En sjáu þið hérna hvað eru margir sem trúa á Guð If í my hverju stað. geography is correct, Iceland is up there. Ef að landafræði mín rétt, þá Ísland þarna. And the people that believe in God, percentage of that believe in God is between not even 10 to 19%. Or it's not included. It's below it. That's what I'm saying. Já, en það sem sagt, já, en samkvæmt þessu könnun, þá eru innan við 10% sem segjast trú á Guð á Let's Íslandi. just say that it is within this window. Með You're not too far from Norway. You're not too far from Denmark. Við erum Not ekki svo too far langt from frá, Sweden. við erum ekki svo langt frá hinu Norðurlöndunum. They are your cousins at somewhere along the line. Þau eru frænd fólk okkar á einhvern veginn. Svona, So let's just say frændiskyni. that they 19%, 14%, 15%, 16%. Segjum bara að það væri kannski nær 19, 14 eða 15%. Average that out, Við segjum það eitthvað meðaltal okay? þar. And you would likely get here 17%. Og þú myndir fá svona 17%. So the amount of people, maybe 17% of the population Gæti verið kannski í kringum 17% landsmanna that believes in God sem trúir á Guð. are the same amount of people that believes elves exist. Sama fjöldin á því sem að trúir That's því að interesting. álfar séu til. Okay. Það áhugavert. So now this is the Americans believe in God, heaven, at lowest point in 22 years. Og hér Washington Times búin að gera könnun og það fjöldi Amerikana sem trúa á Guð á læsta punkti síðastliðin 22 ár. So this is almost 2 years old. Þetta næstu því 2 ára gamalt. Okay? From 2001, Árið 2001 90% þá voru 90% Amerikana in 22 years. sem trúða að Guð væri til en declined nú voru komin niður í 59%. 59%. More and more people are deviating Fleiri og fleiri eru að fara frá því from believing in God að trúa á Guð in heaven og himnaríki more than ever before. heldur en áður fyrir sögunni. The question is, Spurningin what are the reasons? What are the factors? hvað það sem hefur áhrif? Hvað það sem að gerast? We know that materialism, Og við vitum að það heimshyggja eða secularism og veraldahyggja have somehow had an effect on us. og svona, já, hefur haft áhrif á let's be more okkur sem practical. samfélag. En við skulum samt vera praktískar en það. Could it be
Gæti það verið, that we are beholding the things not of God more than ever before? getur það verið að við séum að fylgjast með og horfa meira á það sem ekki frá Guði heldur en nokkuð tíman áður. And that's the reason why Og það by stuðli að beholding, því we að, become changed. að með því að horfa á það þá umbreytust við líka. Our topic this evening is heaven. Og umræðefni okkur í kvöld himnaríki. Is it even still real? Það ennþá raunverulegt? Well, this is a Gallup or a questionnaire given to a young man, Og a hérna teenager. var ungu maður spurður, What is heaven? Is Hvað- heaven even real? og hann spurður, hvað himnaríki, himnaríki til? And this is his words. Og þetta orðin hans. Heaven, man, that's pie in the sky. Himnaríki maður, það bara eins og kaka eða bakað í himninum, það sérst eitthvað sem bara búið til. Out there somewhere. Eitthvað þarna, einhver staðar. Unreal, man, I can't fathom it. Þetta bara eitthvað óraunverulegt, ég skil það ekki eins og ný. Here's one from a middle-aged woman Og hér kemur at the grocery shopping line. svar frá miðaldra konu í búðinni. Heaven is a state of mind. Himnaríki hugarástand, It's an inner peace. innri friður. It is a state of calm. Og þetta ástand þess að vera rólegur. Here's one from somebody who is a professional, a businessman. Og hérna frá einhverju viðskiptamanni. Heaven is my house. Himnaríki heimili mitt. It's worth it's worth 3 million. Það kostar 3 milljónir bandaríkjadollara. My chariot is my Jaguar. Og minn gullvagn Jaguar. And the angels are his kids. Og englanir, það börnin mín. Here's one from a student, a college student. Og hér ein frá nemanda. Heaven is, are you so out of touch that you still believe in those fairy tales? Himnaríki ert þú svona langt út úr sambandi við raunveruleikann að þú trúir ennþá svona ævintýri? And here's one from elderly couple. Og hér eitt frá eldri hjónum. We hope heaven is a real place. Við vonumst þess að himnaríki sé raunverulegur staður. The more we long for it, the older we get, the more we long for it. Því eldri sem við verðum, því meira þráum við það. We just hope that what we were taught in our childhood is true. Við höldum í þá von að það sem við lærðum í barnæsku að það sé satt. So many people have different answers. Svo margir hafa svo mörg mismunandi svör. Many people are misinformed and confused regarding heaven. Og margir hafa fengið rangar upplýsingar og ekki alveg með þetta á hreinu. So what is heaven really like? Svo hvernig himnaríki raunverulega? Where can we find valid information? Hvar getum við fengið réttar upplýsingar himnaríki? Why is there so much confusion about heaven? Og af hverju svona mikill ruglingur varðandi himnaríkið? What and where can we find the key to unlock Og hvar getum the við mysteries of heaven? fengið lykilinn til að opna þennan leyndardóm himnaríki? Notice what the Bible says. En við skulum fletta upp í Biblíunni. It says here in Revelation 21 verse 1. Í Opinberarbókinni 21. Now kafla I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. og þetta Opinberarbókin 21. kafli og 1. vers. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Now interestingly, we find that each of the prophets from Genesis to Revelation pointed men and women forward to the new heavens and the new earth. Og við sjáum, þetta áhugavert, við sjáum það að allir spámennir alveg frá upphafi fyrstu Mósebókar og alveg yfir í Opinberarbókina bentu bæði konum og mönnum fram til himnaríkis og nýrrar jarðar. A world that is free from war and crime and violence. Heimur sem frjáls án stríðs og ofbeldis. A world that is free, a world that is full of joy and peace. Heimur sem fullur af gleði og frið. Whom heaven, the Bible says in Acts 3 verse 21. Og Biblían segir í Postulasögunni 3. kafla og 21. versi. Whom heaven truly needs to receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophet since the world began. Hann á að vera í himnum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilugu spámanna frá alda öðli. Sometimes when, like I said, when I was walking by where we are at,
I look at your mountains. Og eins og ég nefndi áðan, stundum þegar ég er út á morgungöngunum minni þá horfi ég til fjallana And just on the way here, og líka á leiðinni hingað. I was talking to Talitha on the car, Og þá var ég að ræða í bílnum. and I told her, I'm fascinated by these mountains. Mér finnst þessi fjöll ótrúlega flott, sagði ég. It's so beautiful. Þau eru svo falleg. And it's so clean. It's like it's perfect. There's nothing rough out there. It's like a table on top. It's smooth. Og það er svo áhugavert að þessi fjöll eru eins og þessi bara lagt borð. Það er svona slétt ofan á þeim. I wonder if heaven's hills and mountains would look similar to that. Og ég velti fyrir mig hvort að fjöllin á himnum séu sambarileg og eins. I thought if that is beautiful, Ég hugsaði þetta er fallegt. and we are here on this earth Og við erum hér á þessari jörð that is still full of suffering, sem er samt full af þjáningu full of conflict, og full of disaster, og hamförum, full of earthquakes and volcanoes. jarðskjálftum og líka eldgosum. And the landscape changes every 10 to 15 years. Og landslagið það breytist á 10-15 árum. How much more beautiful Hversu mun fegurri the hills verða brekkunar we'll find in heaven. sem við sjáum á himnum. Perfect. Það verða fullkomnar. And if we think that this is perfect, Og ef við teljum þetta vera fullkomið hér, how much more of the things that is in a place that has never been tainted. hversu miklu meira verður þá fegurðin á þeim stað sem aldrei hefur orðið fyrir Crystalline clear lakes, pure air, bright sunshine, cloudless days. Kristalskýr vatn, engin mengun í loftinu og skýlausir dagar. And sometimes in my imagination last night, the young people were looking at these northern lights. Og ég stundum hugsa og í gærkvöldi þá voru unga fólkið að horfa á norðurljósin. And they were looking at it through the clouds. Og þau voru að horfa á norðurljósin í gegnum skýin. And I thought to myself, man, you get to heaven, Og ég hugsaði með mér þegar við komum til himna, it'll be so full of colors. það verður svo litríkt. No need to worry about all these clouds. You'll see it clearly. Það mun ekki vera neinn ástæði til að hafa áhyggjur af skýjunum. Við munum sjá þetta skýrt og The Bible talks about a new heaven and a new earth. Biblían talar nýtt himnaríki og nýtt heiminn. It talks about Eden restored. Og það talar að Eden verið endurreist. Eden made new. Eden gert að nýju. So first, let's think about what Eden was like. Svo við skulum aðeins rifja upp hvernig Eden var. The trees bore lush, delicious fruits. Trén þar, þau gáfu á sér góðan ávöxt. Flowers that perfumed the air. Og þar voru blóm sem gáfu góða lykt í loftið. Their beauty indescribable. Og fegurðin ólýsanleg. All nature in harmony. Og öll náttúran, hún var samstillt. And when you glance at the animals, Og þegar maður horfði á dýrin the birds that scatters the sky, og fuglana sem fljúga í heiminum, no fear as you approach them. það var engin ótti þegar þú nálgaðist þá. Instead of flying away and running away, they come and they flock towards you. Í staðin fyrir að fljúga í burtu, þá fljúga þeir til manns. There was love and joy and companionship. Þar var kærleikur, gleði og samvera. There was no sickness, no suffering or disease Engin sjúkdómur, engin sársauki, in the former Eden og það var Eden eins og var upphaflega. until an intruder Það var þannig, alveg þar til að það kom came innbrotsaðili, into the garden óvinnur inn í garðinn. Þá kom sársaukin. and suggested to Eve that sin would bring greater happiness than obedience. Og þessi innrásaðili, hann stakk upp á því að syndinni fylgdi meiri gleði heldur en það að hlýða. Therefore, sin brought sufferings, heartaches, and death to our world. Og þannig kom syndin með harmleik og sársauka og dauðan inn í heiminn okkar. It has been God's longing En það hefur verið þrá Guðs to restore that which was lost. að endurreisa það sem hefur verið mist, hefur verið glatast. Through the centuries, there were men and women that held fast to God, Og í gegnum aldinar það hafi verið mannfólk sem hefur haldið fast í Guð. who looked beyond what is what will be.
hafa hort fram hjá því sem til að sjá það sem mun verða. They look beyond to eternity. Þau hafa litið fram til And these eilíðarinnar. faithful men and women focus their eyes on another country, Og þessi trúföstu menn og konur horfðu til nýs lands, on annars another land, land, á öðru landi, another kingdom. annað konungsrík. They believe that this earth was not their home. Þau trúðu því að þessi heimur hér væri ekki þeirra heimur. They believe that there is something better than sickness and suffering. Þau trúðu því að það væri eitthvað betra heldur en þjáning og veikindi og Because friends, the truth of the matter is, því að vinir, sannleikurinn sá. in this world, no matter how perfect and peaceful this nation is, Þrátt fyrir alveg sama hversu friðsæld og fullkomin þessi þjóð kann að vera, in this world, í þessum heimi, we are going to experience sickness, suffering, and death. að í þessum heimi þá munum við upplifa sjúkdóma, sársauka og dauða. The book of Hebrews, chapter 11, verse 10 says, "For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God." Speaking of Abraham. Og í Hebreabréfinu 11. kafla og 10. versi stendur, verse 10. Því hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirra sem Guð smiður að og byggingamestari. You see, Abraham was a wealthy man. Abraham var ríkur maður. The Bible tells us Abraham could command 313 men, able men, to go into war. Og Biblían segir okkur að Abraham hafi haft 313 hermenn sín til að stýra í stríð. These are his elites. Þetta voru hans hermenn. He had flocks. He has vast wealth. Hann átti hjarðir af dýrum og hann átti mikil auðafi. Life would have been comfortable for Abraham. Lífið gat verið bara þægilegt fyrir Abraham. But yet, the eyes of Abraham was fixed on eternity. En enga síður voru augu Abrahams staðföst og horfðu á His eilífðina. eyes was fixed on heaven. Augu hans voru föst á himnaríki. He sets his eyes on another world. Hann einblíndi á hinn nýja heim. He focused his mind not on the things of time, but the things of eternity. Og hann einbytti huga sínum ekki af því sem hér og í tíma heldur að eilíðinni. He dreamed of what it would be. Hann dreymdi það sem yrði. Friends, Vinir, Moses Móses, was the same. hann var eins. He was destined to rule on the throne of Egypt. Hann var ætlað að leiða og ráða í ríkjum í Egyptalandi, To be the Pharaoh of Egypt. að verða faró But the Bible Egyptalands. says En Biblían segir, in Hebrews 11, 24-26, aftur í Hebreabréfi 11. kafla, 24. by og 27. faith vers. Moses, when he became of age, Fyrir trú, þegar að hann var orðinn fulltíða maður, became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, hafnaði Móse því að vera talinn dóttursonu farós, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en að njóta skammins unaðar af syndinni. He did not forfeit heaven for royal throne of Egypt. Hann vildi ekki gefa eftir himnaríki fyrir þessa heimslegu krónu. Notice what it says here. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Hann taldi vanvirði Krist meiri auð en fjársjóði Egyptalands því að hann horfði fram til launana. Notice what Hebrews chapter 11, verse 13 and 14 says. Og í Hebreabréfi 11. kafla 13. og 14. versi stendur, This all died in faith, not having received the promises, allir þessi menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. but seeing from afar off were assured of them, Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. og játuðu að þeir voru gestir og útlendingar á jörðinni. They believe, my brothers and sisters, my friends, Bræður og systur, þau trúðu that this world is not their home. að þessi heimur væri ekki þeirra heimili. It's interesting because we find the same
character named Joseph. Og það áhugavert að við finnum líka hann Jósef. Joseph was made next to Pharaoh, the Joseph- governor of Egypt. Jósef, hann var gefið, hann var eins og forsætisráðherra Egyptalands. It's interesting because he was also not looking for a world of building riches in the world that he lived in. Og það áhugavert því að hann var heldur ekkert að leitast að því að byggja upp ríkidæmi í heiminum hér. His heart and mind was always focused on another land, Hjarta hans og hugur hafði alltaf einblítt á annað land, on another place, annan stað. to a point that he even told his family Til að þeim svo mikið að hann sagði fjölskyldu sinni, when he was about to die. þegar hann var það vil að deyja, He gathered his brothers þá sótt hann alla bræður sína living in Goshen, sem bjuggu þá í Gósen. and he told his brothers, Og hann sagði við bræður I am sína, about to die. ég mun bráðum deyja. And the favors that Egypt used to extend to you Og allir þessir greiðar sem Egyptaland hefur gefið til ykkar, will be no more. þeir mun ekki lengur Another verða. Pharaoh will come. Það mun koma annar faró. And this Pharaoh will not remember what God has done Og through Joseph. þessi faró, hann mun gleyma því hvað Jósef og Guð hafi gert í gegnum Jósef. But he tells his family, his brothers, and their children and their grandchildren, Og hann segir við börnin sín, barnabörn og barnabarnabörn, he says, God will surely visit you. en Guð mun vit ykkar. God will fulfill his promise. Hann mun uppfylla lofur sitt. This is not your home. Þið eigi ekkert heima hér. There is a promised land. Það fyrirheitið land. And he tells them, do not bury my bones here in Egypt. Hann sagði, ekki grafa bein mín hér í Egyptalandi. It's interesting Það áhugavert, because several hundred years later, því að nokkrum hundrum árum down to setna, Moses, þegar Móses kemur til skjalana, when they were leaving Egypt, þegar þeir voru að fara úr the Egyptalandi, Bible tells us þá segir Biblían okkur, that they carried Joseph's bones with them. þá segir Biblían þeir hafi tekið bein Jósef með sér. It means this: Það þýðir það, Joseph forfeited the Jósef, grandest funeral that could ever be made for him in Egypt. hann neitaði að láta jarða sig með mikilli viðurhöfn eins og hefði verið gert í Egyptalandi. You see, the Egyptians would build pyramids, Egyptanir þeir byggðu píramíta and they would spend their whole life preparing for their death. og þeir voru allan tíman, alltaf sína ævi að verja tímanum til Where að Joseph undirbúa dauðan. Og hann Jósef vissi That this world is not my home. að þessi heimur væri ekki Egypt hans is not heimili. my home. Egyptaland væri ekki I'm landið going to a hans. better place. Hann væri að fara til betri staðar. Friends, Vinir, the Bible tells us, for those who say such things declare plainly that they seek a homeland, but now they desire a better place. That is a heavenly country. Hebrews 11, 13 and 14. og þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir að leita eigin ættjarðar. Sem sagt, þeir voru að leita sínu heimalandi. Tonight, I want to remind you again that this world is not our home. Og í dag vil ég minna ykkur á það að þessi heimur ekki okkar heimili. We are just passing through. Þessi jörð ekki okkar heimili. Við erum bara leið hjá. There is something beyond. Það eitthvað meira. We are strangers. Við erum útlendingar, We are pilgrims on this earth. ferðalangar á þessum heimili. Eternity is in view. Eilíðin í augsýnd. You see, I'm often asked, Ég oft spurður, where are you from? hvaðan þú? I really don't know how to answer that. Og ég sannarlega bara veit ekki alveg hvernig ég á að svara því. Because I'm born in the Philippines. Að ég fæddist í I spent the Filippseyjum first 11 years there. og ég varði fyrstu 11 árum þá. Then I moved to the United Kingdom. Svo flutti ég til Spent the next Bretlands 15 years there. og bjóð þar í 15 ár. And then moved to Switzerland Svo flutti ég til Sviss and lived 21 years there. og bjóð þar í 21 So ár. people ask me, where's home? Svo þegar fólk spyrir mig, hvar heimilið þitt? Hvar átt þú heima? You know what born in the Philippines. Fæddur Studied í in England. Filippseyjum, lærði í Worked in Englandi Switzerland. og vann í Sviss. Heaven is home. En himnaríki heimilið mitt. Because I am just passing through. Því að ég bara á leið hér Friends, I'd like you to realize Vinir, vil að þið gera that ykkur no grein fyrir matter því how comfortable you are here in Iceland,
Alveg sama hversu vel við kunnum að hafa það hér á Íslandi. Vigdis Gott að kunna loves this volcanic rock. Og Vigdís elskar þessa She prefers rocks than trees. steinanir eða hraunið betra heldur en trén. But we're just passing through. En við eigum bara leið hér hjá. This world is not our home. Þessi heimur ekki okkar heimili. Þessi jörð ekki okkar The Bible heimili. tells us in Hebrew 11 verse 16, therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Og við sjáum í 16. versi 11. kaplans þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. It is beyond our wildest imagination. Og það langt umfram okkar ímyndunarafl. Heaven is a real place, not some make-believe world. Himnaríki raunverulegur staður, ekki bara eitthvað sem búið til. And that holy city will descend. Og þessi heilaga borg, hún mun koma niður This world will be made over. og þessi heimur verður byggður, eða þessi jörð verður byggð upp á nýtt. We're told in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but as it is written, eye has not seen, nor ears heard, Og við nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Amen. lesum í 1. Korinthubréfi 2. kafla og 9. versi. En það eins og ritað það sem augun sjá ekki og heyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. If we could for one split second see what God has prepared for us. Ef við gætum bara í örstutta stund séð það sem Guð hefur undirbúið fyrir okkur, Friends, we wouldn't live the way we live. þá myndum við ekki lifa eins og við lifum. We wouldn't fear the way we do. Við myndum ekki óttast eins og We við gerum. wouldn't plan the way we do. Við myndum ekki skipuleggja eins og við We gerum. wouldn't prioritize the way we do. Og myndum alls ekki forgangsraða eins og við gerum. Eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Imagine the deepest joy you could possibly have when heaven sent joy is greater yet. Ímyndaður mestu gleði sem þú getur upplifað og þú veist að gleði himnaríkis langt umfram það. Friends, Vinir, heaven is himnaríki going to be a beautiful place. verður mjög fallegur staður. A most wonderful place for fellowship. Alveg frábær staður fyrir samveru. A place where we can share honest communication with one another. Þar sem við getum verið í hreinskilum samskiptum við hvort annað. Heaven's fellowship is closer. Og þessi samvera, hún nær. Look what the Bible says. Sjáum í Biblíunni. Revelation chapter 21 verse 2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði. John saw Jóhannes sá the beautiful heaven descending. hina fallega himinin koma niður. And I don't believe he really understood everything that he was seeing. Og ég held hann hafi ekki alveg skilið til fulls allt sem hann sá. And the Bible tells us as well, prepared as a bride adorned for her husband. Og annað versi 21. kafla heldur áfram og segir búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Who prepared the city? Hver það sem að undirbjó borgina? God prepared it. Guð undirbjó hana. Why does the Bible say it's prepared for as a bride adorned for her husband? Og hversin það sem Biblían lýsir svo svona sem brúði sem skartar fyrir manni sínum? Because God wants you to know he's preparing something for you. Því að Guð vill að þú vitir að Guð að undirbúa eitthvað fyrir þig. That is absolutely beautiful. Fantastic. Sem alveg ótrúlega fallegt, frábært. Most beautiful, Fallegasta most incredible, og ótrúlegasta. most marvelous thing that you can imagine. Það flottasta sem þið getur dottið í hug. In 2007, Í 2007 Pastor Torres and we were preparing these things, a meeting like this in Hungary. þá var ég og Pastor Torres vorum að undirbúa svona fyrirlestraröð í Mrs. Ungverjalandi. Torres was also with us at that time. Og eiginkona hans
hún var það líka. There was this evangelistic meeting in Hungary. Og það var þessi That we were trúboðsfyrirlestrar coordinating and we were doing í together with Ungverjalandi Hungarians. sem við vorum að skipuleggja og vorum að And gera some með people from Ungverjalögum. Mission College coming over. Og það komu nemendur frá Mission College And that was a 2-week evangelistic meeting. og þetta var 2 vikna fyrirlestrarröð. Then 1 week Svo var 1 vika was my wedding. sem var brúðkaupið mitt. And at the end, during that week, I had also to move to my new place. Og akkurat í þessa vikuna sem ég var að gifta mig, þá þurfti ég líka að flytja á nýjan stað. I remember going to Hungary, Og ég man ég fór til doing the Ungverjaland things I need to do there. og ég gerði allt sem ég þurfti að gera í Ungverjalandi. Left Pastor Torres. Left Pastor Torres there. Skildi Torres With the team. prest eftir, I had to go home þurfti að fara heim just to make sure that the house is ready. til að undirbúa allt heima. And I had to prepare the things that man need to do for his bride. Og ég þurfti að undirbúa allt sem maðurinn þarf að gera, undirbúa fyrir brúður sína. You will do everything and anything possible to make sure that the home is prepared for the bride. Og maður gerir allt það sem maður getur, alveg saman hvað, allt sem maður getur til þess að undirbúa heimilið fyrir brúðurina. I don't know anything about building furnitures. Ég veit ekkert það hvernig maður byggir og smíðar húsgögn. But in 4 days, En á 4 dögum able to muster some of the people from church to join me, þá fekk ég með mér í lið fólk úr kirkjunni minni grab all those furnitures from IKEA, og náði húsgögn frá IKEA and we got cracking day and night. og við vorum bara alveg að vinna allar sólarhringinn. Building beds, Búið til building rúm shelves. og skúffur og hillur. And I thought to myself, what looked like an empty place Og það sem áður leit út eins og within 3 to 4 days tóm íbúð þá eftir can 34 look like a daga, home. þá leitið út eins og heimili. Imagine what God can do. Ímyndið ykkur hvað Guð getur gert. Something that he does best for those whom he loves most. Eitthvað það besta sem hann getur gert fyrir þá sem hann elskar og hann And God elskar hann. does not sleep. He doesn't need to sleep. Og Guð þarf ekki að svefninum að halda. And imagine, here I am. Og ég er ég We wake up and start building again. og ég vakna og ég held áfram að byggja, Prepared smíða. for her husband. Til að og brúðurinn er undirbúinn fyrir eiginmann sinn. As the holy city descends Og þegar hinn helga borg kemur niður to a remade earth, á endur byggða jörð, it's the most festive event in the universe. þá verður þetta viðburður sem verður mest haldið upp á í allum alheiminum. The Bible describes the glories of his holy city this way. Og Biblían lýsir dýrð hinnar heilugu borgar svona, It borgin says in helgu. Revelation 21 verse 10, the wall of the city had 12 foundations. Og í 14. versi 21. kapla Opinberabókinni stendur og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðu steina And on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. og þeim nöfn hinnar 12 postula lampsins. Who were the 12 apostles? Hverju voru þessi 12 postular? Thomas, who doubted. Tómas sem að efaðist, Peter, who denied his Lord. Pétur sem að afneitaði James and Guði, John, the sons of thunder. Jóhannes og Paul, the persecuting murderer. og þrumusinninir og svo Páll sem að var að ofsækja. Disciples, ordinary men like you and me. Lærisveinar, venjulegt fólk, alveg eins og ég og þú. They are like men and women in our society. Þeir eins og mannfólk og menn og konur í okkar samfélagi They í had dag. their fears. Þeir hefðu sína ótta, They had their flaws. og sína galla. But yet, En samt, they trusted and fully surrendered their life to Jesus. og þeir treystu og þeir gáfu lífsitt að fullu til Jesú. These followers of Christ were people with their faults, but their names are on the foundation of the holy city. Þessir fylgjendur Krist voru einstaklingar með sína eigin galla, en nöfn þeirra eru samt rituð og undirstöður hinnar helgu borgar. Hvers vegna? And you ask why? Hvers vegna? Well, because God is saying Því að to Guð er að us, segja við okkur, if they can make it, so can you. þeir að segja ef að þeir geta komist þangað, þá getur þú það líka. If they can make it, so can you. Ef að þeir komast þangað, And so þá can getur þú það líka og þá get ég það líka. So when I look at myself, Og þegar ég horfi á mig sjálfan, I can't see how I can be saved. þá veit ég ekki hvernig ég get verið But frelsaður. when I look
to Jesus, En þegar ég horfi til Jesú, I can't see how I can be lost. þá veit ég ekki hvernig ég geti glatast. Did you get that? When Tóku you eftir því? look at yourself, Þegar við horfum okkur sjálf, you cannot see how you can be saved. þá getum við ekki séð fyrir okkur hvernig við getum frelsast. But when you look at Jesus, En þegar við horfum á Jesú, you cannot see how you can be lost. þá getum við ekki séð hvernig við getum glatast. Heaven is not a place for a few pastors or super spiritual elite people. Himnaríki ekki staður fyrir presta eða einhverja rosalega andlega einstaklinga. It is a place for common sinners who are redeemed by the blood of Christ. Heldur þetta staður fyrir venjulega syndara sem hafa verið keyptir tilbaka með blóði Krists. The Bible describes it this way. Og Biblían lýsir því svona. The city is laid out as a square, its length is as great as its breadth. Þetta 16. versi í 21. kapla Opinberabókar. Borgin liggur í ferhyrning jöfn og lengd og breidd. There are 4 sides. Það eru 4 hliðar Each side has these 3 gates. og hver hlið er með 3 hlið. In the north, Til south, norðurs, suður, east, and west. austur og vestur. Most cities in the ancient world have a very few gates. Og flestar borgir með þessum tímum þau höfðu fá hlið. Question is, why so many gates? Akkur svona mörg hlið? The reason why they have few gates is to keep the enemy out. Ástæðan fyrir þeir höfðu vanlega fá hlið var til þess að halda óvinunum í burtu. But the city of God En þessi borg has Guðs more gates með fleiri hlið to make sure that people get in. til að hleypa fólki inn. That's interesting, right? Það mjög áhugavert. Bible tells us, Biblían segir okkur, and he measured the city with a reed 12,000 furlong. Its length and breadth and height are equal. og hann mældi borgina með stafinum 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð eru jafnar. It says here 2,000 kilometers in circumference, 600 kilometers on each side. Og það hefur verið reiknað út að þetta eru 2500 kilometrar í rúmmál. Það eru 600 kilometrar hver hlið borgarinnar. It's a huge city. Þetta er risastór borg. Heaven's goal is to get as many people in as possible. Markmið himnaríkis er að fá eins marga inn og hægt er. People who come from the north, south, east and west. Fólk sem kemur frá norðri, frá suðri, frá austri, frá vestri. All redeemed sinners. Allt endurlistir frelsarar. Being syndarar. ushered in. Sem að verið að veifa inn. Father says, come, sons and daughters, come. Og faðirinn segir, komiði, synir og dætur. The son will call, say, come. Og sonurinn kallar, komiði. And the Holy Spirit will say, come. Og heilagur andi segir, komiði. Heaven's goal is to get as many people in as possible. Markmið himnaríkis er að fá eins marga inn og hægt er. Whoever you are, Hver sem þú ert, you can make it through one of those gates. þá kemst þú í gegnum eitt af þessum hliðum. God is saying, I'm not going to build a city with all walls. I'm going to build a city with gates. Guð segir, ég ætla ekki að byggja borg sem bara með múrum, heldur ætla ég að byggja borg með hliðum. Because gates are what let people in. Af því að hliðin það sem hleypir fólki inn. And God says, I want to get as many people in as possible. Og Guð segir, ég vil fá eins marga inn og hægt er. The Bible tells us in Revelation chapter 21, verse 21. Og í 21. versi, 21. kaplans, The gates were 12 pearls. Each individual gate was one pearl. og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. And the street of the city was pure gold like transparent glass. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. God is so wealthy, he Guð, used gold to pave the streets. Guð svo auðugur að hann notar gull til að setja undir götunar. You here are rich in natural resources. You're rich with gravels and Here- volcano rocks. Hér á Íslandi eru þið rík í náttúruauðlindum og rík af hraunsteinum, You af even hrauni. sell them to other countries around the world. Og þið meiri að seljið jarðefni til annara landa. So that's what you use to pave your streets. Og þið notið það til að malbygga götunar. But God uses gold. En Guð hann notar gull, It says transparent gold. gegnsætt gull meira að segja. You may not have enough money in this world,
Það kannski ekki til nægilega mikið af fjármunum í þessum But heimi, God has something for you up there that is absolutely incredible. en Guð hefur undirbúið eitthvað fyrir þig sem algjörlega ótrúlega flott. Why 12 gates and 12 pearls? Hvers vegna 12 hlið og 12 perlur? Jesus is the pearl of great price. Því að Jesús perlan sem var svo verðmætt. There is no other way. Það engin önnur leið. There is no other name Það ekkert annað nafn we will be saved except Jesus. sem við verum frelsa fyrir utan hans nafn, Jesú nafn. The city is so valuable because you are so valuable. Og borgin Helga, hún svo verðmætt vegna þess að þú svo God verðmættur. uses precious stone to tell us how precious we are. Og Guð notar verðmæta steina til að lýsa því hversu verðmætt við erum í hans There huga. will be plenty of room in my Father's kingdom. Það verður mikið, það verður fjöldi herbyggja í himnaríki eða konungsríki föður míns. Notice this, the beauty of Eden. Fegurð Edens, The Eden that was lost Eden sem var glötuð, will be again restored. verður endurreist. What about our physical condition? Og hvað með líkamlegt ástand okkar? What will it be like on this new world? Hvernig New verður earth? það á hinu nýju jörð? Some people have this idea that the redeemed are just being spirits, Sumir hafa þessa hugmynd að þeir sem eru endurlistir að þeir séu bara andar. like cosmic vapor. Einhvers konar gufa eða, já. Look what Philippians chapter 3, 20 and 21 says. En í Filippubréfi 3. kafla, 20 For og our 21. citizenship is heaven, from which we also eagerly wait for the Savior. Því að ríkisfang okkar á himnum sem að við bíðum eftir frá frelsara okkar. And it says, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body. Og þar stendur áfram fyrir ekki, ég fæ að lesa þetta hérna þýða á ensku, að drottinn Jesú Krist, hann mun umbreyta okkar líkama þannig að hann verði breytt, umturnað í hans glæsilega líkama. So when Jesus Christ was resurrected, Svo þegar Jesús Kristur var did he have a uppristur, body? var hann með líkama? Yes or no? Það, What kind já eða of nei? body was it? Hvers konar líkama var hann með? It says it's the Lord Jesus Christ who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body. Og það stendur að hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vora og gjöra hann líkan dýrðarlíkama sínum. It was indeed a glorious resurrected immortal body. Og það var reyndin svo að líkaminn var glæsilegur, endurreistur og óforgengilegur, ódauðlegur. And there were several events after Jesus' resurrection that revealed he had a real recognizable body. Og það eru nokkrir atburðir sem átti sér stað eftir að Jesús reis frá dauðum sem að sýna okkur það að hann var með raunverulegan líkama, áþreifanlega. Remember after his resurrection, Munið eftir uppreisnu hans, he was with these two disciples. hann hitti þessa tvo lærisveina. They didn't recognize him in the beginning, Þeir þekktu hann ekki upphaflega, but after their interaction with him, en eftir að hafa verið í samskiptum við when he hann, was about to leave, þegar hann var það bil að they fara frá þeim, finally recognized him. þá loksins kveiktu þeir á perunni When Jesus broke the bread, their eyes were opened. og þegar Jesús braut brauðið þá opnuðust augu þeirra. They recognized Jesus by his unique mannerism. Þau föttuðu að þetta væri Jesú vegna þess að hann hann hafði ákveðin hátt á að gera hlutina. Your friends in heaven will recognize you by your unique mannerism. Og sama skapi þá munu vinir þínir fatta hver þú ert á himnum með því að sjá þína sérstaku hegðun eða hvernig þið beiti líkamannum. I left the Philippines when I was 11. Ég fór frá Filippseyjum þegar ég var 11 ára. And 10 years later, I was 21 at the time. Og 10 árum setna, þegar ég var 21, I went back to the Philippines þá fór ég aftur til to Filippseyja visit families. til að heimsækja fjölskyldu. And I walked Mina. into a village about 3 kilometers away from my grandparents. Og ég gekk inn í þorp sem það verið 3 kílómetrum frá þar sem amma og afi áttu heima. As I was walking Og þegar ég gekk by this store, framhjá þessari búð, an elderly man got out of the store
Þá fór eldri maður út úr búðinni. and he says, "Hey, young man, Heyrðu, ungi maður. I looked back. Og ég horfði tilbaka. I said, "Yes, sir." Já, herra. I says, and he looked at me and says, "Do I know you?" Hann sagði við mig, þekki ég þig? And I looked at the man trying to figure out. I mean, I was 11. Og ég var að horfa á hann og ég var að reyna að hugsa. Ég meni, ég var bara 11 ára þegar And ég var I þetta didn't síðast. recognize him. Og ég kannast ekki alveg nógu vel við hann. And so I said, "I'm not so sure, sir. Why do you ask?" Hann sagði, ég ekki alveg viss. Akkur spyrðu? And then he says, "Are you not Juanito Morales' grandson?" Ert þú ekki barnabarn þeirra? And I looked at him. Og ég horfði á hann. Says, "Sir, how do you know?" Hvernig vissuru? And then he said, Og þá sagði hann, "You walk like him." þú gengur alveg eins og hann. He recognized my grandfather by the way I walked. Hann vissi að ég væri barnabarn afa míns vegna þess að hvernig ég gekk. Interesting. Áhugavert. When we get to heaven, Þegar við förum til your himna, friends will recognize you because of your mannerism. þá munu vinir þínir þekkja þig með því hvernig þú hreyfir þig og gerir. This is another one. Og hér er On annað. the resurrection morning, Á morguninn þegar Kristur rís upp, Mary recognized Jesus only when he called her name. þá kannaðist María við hann þegar hann kallaði nafn hennar. Through the mist of the morning, she could not see him clearly, Hún sá hann ekki nógu vel í mistur morgunsins, but she recognized his voice. en hún þekkti röddu hans. Here's another one. Og hér er annað, The physical form. líkamlega form. When Jesus appeared to his disciples in the upper room, they Þegar- recognized him immediately. Og þegar að Jesús kom fram fyrir lærsuna sína í loftsalnum og þá þekktur hann strax. They recognized his physical form. Þeir þekktu hans líkamlega form. Friends, you will be recognized by your friends in heaven. Þið munuð vera þekkt af vinum ykkar á himnum. If God sent Christ to die for you, Ef Guð sendi Kristi að deyja fyrir þig, it's you whom he wants. þá er það þú sem hann vill. We will recognize one another by our unique mannerism, voice intonations, individual personalities. Við munum þekkja hvort annað á því hvernig við hegðum okkur á einstakan hátt og hvernig með röddum og líka með persónuleika. But there will be no taint of sin or diseases afflicting you. En þar verður engar leifar af synd eða einhverjum sjúkdómum. Here's God's promise. Og hér sjáum við In lofur Isaiah Guðs í 33:24. Jesaja 33. And the inhabitant will not say, "I am sick." The people who dwell in it will be forgiven their iniquity. Og þetta er 24. vers. Og engin borgarbúi mun segja, ég er sjúkur. Fólki sem þar býr hefur fengið fyrirgefningu misgjörða sinna. Bible also tells us in Isaiah 35:5-6, "Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped." Og í Jesaja 35, 5 og 6 segir, og þá munu augu hins blinda uppljúkast og opnast eyru hinna daufu. The lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. Og þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsyngjandi. God will open the mouths of people unable to utter a syllable. Og Guð mun opna munn fólksins og það mun geta tjáð sig. Their tongue will be loose so they can sing. Tungan mun vera leyst svo þau geta sungið. There's joy and happiness everywhere. Það er gleði og hamingja allstaðar. Wheelchairs gone, crutches gone. Og sjúkdómar eru farnir, hækjan er farin. New life flows through our veins. Nýtt líf rennur í gegnum æðar okkar. New life pulsates through our bodies. Nýtt ljós sem lýsir inn í líkam okkar. There's joy and happiness everywhere. Það er gleði og hamingja allstaðar. And God will wipe away every tear from their eyes. Og Guð mun þverra hvert tár. There shall be no more death, Og þar mun hvergi framar vera dauði, nor sorrow, né sorg, nor crying. né grátur. And there shall be no more pains, for the former things have passed away. Né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Friends, a better day is coming. Vinir, það kemur brátt betri dagur. No more pain, for the former things have passed away. Engin sársauki lengur því hið fyrra ekki framar til. I don't know about you,
Ég veit ekki með ykkur, but in the world that we live in, en í heiminum sem við búum í, there's just death, sorrow, crying, and pain. dauði, sorg, grátur og sársauki, This is what this world has to offer. það það sem þessi heimur hefur upp á að bjóða. But in the heaven that And on- God offers us, En á himnum, þar sem Guð the gefur new okkur, earth, á henni nýju jörð, that will be forever gone. þá er þetta farið að eilífu. Won't have to worry about the 1 o'clock or 2 a.m. morning calls. Þið þurfum ekki að hafa áhyggjur að því að vera hringt í okkur miðjanótt, fyrst klukkan 1 nótt. Uttering those words, your child had an accident. Barnið þitt var í bílsleysi. No more calls that your best friend died of a heart attack. Eða að besti vinnur hafi dáið úr hjartaáfalli. No more call that somebody you love is wasting away from cancer. Ekkert símtal sem segir að krabbaminn sé hjá ástvinni þinn. Friends, a better day is coming. Vinir, betri dagur er að koma. The Bible tells us, Biblían segir okkur, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Isaiah 40:31. Jesaja 40:31, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, þeir fljúa upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og líast ekki. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Þeir ganga og þreytast ekki. Sometimes you feel tired. Stundum er maður þreyttur. Sometimes you feel lack of energy. Stundum skortur okkur orku. Sometimes you feel weary here. Og stundum er orðin þreytt hér. God is going to give you an injection of divine energy. En Guð mun gefa þér yfirnáttúrulega og guðlega orku. Since getting to Iceland, I have yet to get a 6-hour sleep. Síðan ég kom til Íslands þá hef ég ekki ennþá náð lengri svefn en 6 tíma. And so I'm not energetic enough. Svo ég hef ekki nægilega mikla orku. I'm lacking energy. Mér vantar þessa orku. But I'm looking to the time when this lack will be no more. En ég hlakka til þess þegar þessi skortur af orku verður ekki lengur til staðar. God is going to hook you up to divine energy machine. Guð mun tengja þig við himneska orku. The tree of life. Tré lífsins. And the energy will flow through your bodies. Og orkan mun renni í gegnum líkama ykkar. Look how Isaiah the prophet describes life in this new earth. Sjáu þið hvernig Jesaja lýsir lífinu á nýju jörðinni. Thy shall not hurt nor destroy in all. My holy mountain, for the earth shall be full of knowledge and of the Lord as the water covered the sea. Og í Jesaja 11, 9. vers stendur: Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja og skadagjöra, því að jörðin er full af þekking á drottni, eins og djúp sjávarins eru vötnum hulið. Friends, heaven is a real place. Vinir, himnaríki er With real raunverulegur staður activities. með raunverulegum hlutum til að gera. The trauma that we experience here daily Áföllin sem dynja okkur hér daglega will be no more. munu ekki vera lengur. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruits. Og þau munu byggja heimili, fyrir ekki, ég ætla að finna þetta rétt. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þau munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. Eigi munu þeir reisa og aðrir íbúa, eigi munu þeir planta og aðrir eta. For as the days of the tree, so shall be the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. Því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjánna og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. What about fellowship with friends? En hvað samveru og vini? Friends, Vinir, we will have a grand fellowship in that heavenly place. það verður stórkostlegt The Bible tells us we're samvera going to þar. sit down Biblían segir ykkur það að við munum setjast with niður Abraham, with með Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. með Abraham, Ísak og Jakob. It means we're going to sit down. Við munum setjast niður Here, you're going to get to see Moses. og við munum þar fá að hitta Móses. You got to greet Moses and ask, Moses, how did it feel walking through that Red Sea Móses, as dry land? hvernig var það að ganga í gegnum Rauðahafið á þurru landi? You get to ask him what it's like to receive the 10 commandments. Hvernig var það að taka á móti boðorðunum 10? You got to ask
him all the things that he went through in Egypt. Og það hægt að, þú fara að spyrja hann út í allt það sem hann fór í gegnum í You Egyptalandi. get to ask what it was like to lead the children of Israel 40 years in the wilderness. Og hvernig það var að leiða Ísraelsmenn í 40 ári í eyðimörkinni. You will meet Daniel, Við munum hitta Daniel and you get to ask him, what's it like to sit in the lion's den with hungry lions? og þið getur spurt Daniel, hvernig það að vera í ljónagryfju með hungruðum ljónum? Friends, we get to ask the heroes of faith, Við fáum að spurja hetjur trúarinnar, Paul, Pál, James, John, Jóhannes og but most of all, you get to ask Jesus. en umfram allt þá fáum við að spurja Jesú Fellowship with him. og njóta samveru með honum. Talk to your guardian angel. Tala við vendarengla okkar Your guardian angel will tell you, remember the time og vendarengillinn þinn mun spurja, manstu eftir when því we went to this place þegar við fórum á þennan stað and you wanted to step forward og þeir langaði til að stíga and aðeins eitt somehow skref I held you back en ég greip því og hélt því aðeins aftur and that vehicle just went past right in front of you. og bíllinn keyrði bara beint fram hjá þér. I remember that time. Ég man eftir því. I was walking Ég var að labba. and you grow up in the United Kingdom, Ef þú elst upp í you look Bretlandi, on the wrong side of the road. þá fólk á vittlusum vegarhelmingi. When you walk to another country, Svo þegar þú ert að ganga í öðru landi, that's on the right side of the road. þegar að fólk á hægri hliðinni, And I remember walking. og ég var að ganga, As I walked, ég geng, and I would have kept walking Ég because hefði I saw no vehicle. ég hefði haldið áfram að ganga, I was, of course, looking in the wrong direction. af því að ég var að horfa í vittlusa átt. Someone held me back. En það var einhver sem greip mig. An invisible agent. Það var einhver sem var ósýnilegt And I get to ask my guardian angel, og ég fæ að spyrja vendarengil minn, is that you? varst það þú? Friends, Vinir, heaven is going to be a real place. himnaríki raunverulegur staður. A place Staður þar sem that God has established just for you and for me. sem Guð hefur búið fyrir þig og fyrir mig. I left the Philippines when I was 11. Ég fór frá Bless you. Filippseyjum þegar ég var 11, Guð blessi þig. I was, of course, cared for by my grandmother. I'm a grandma's boy, as I already mentioned some of you. Uh, I'm a grandma's boy. Yes, já. Og ég mikill ömmustrákur. My parents, I was born out of wedlock. Ég fæddist utan hjónabands. The moment I was born, Leið og ég var fæddur, I was given to my grandmother's care. þá var ég færður til að vera alin upp My af ömmu minni. mother had to leave for the United States. She's a nurse, so she had a nursing job. Mamma þurfti að fara til Bandaríkjanna af því að hún þurfti að vinna sem hjúkrunarfræðingur. My father left the year before I was born Og faðir minn fór áður en ég and fæddist headed to the United Kingdom. og fór til Bretlands. So this is the scenario. Þetta svona kringumstæðurnar. For 11 years, my grandmother took care of me. Og í 11 ár þá ól amma mín mig upp. To me, she was my mama. Fyrir mér þá var hún mamma mín. My parents, after 5 years, when I was 5 years old, finally legalized me. They got married. Og þegar ég var orðinn 5 ára þá gerðu börnin, foreldrar mínir mig löglegan eða hvað maður segir, þau giftust. Finally, at age of 11, I had to move to the United Kingdom. Og þegar ég var 11 ára þá þurfti ég að flytja til Bretlands. Leaving my grandmother behind, and that broke my heart. Og ég þurfti að skilja ömmu eftir og það braut hjarta mitt. My grandmother, I was her child. Amma mín, ég var barn hennar. She got sick. Hún var lasin. She apparently, according to my aunts, would call each night for me. Og hún kallaði samkvæmt She would go frænkum out mínum. to the basketball yard and call out my name. It's time to come in for supper. Hún byrjaði að kalla á mig á hverju kvöldi. Hún fór út af körfuboltavellinum og hún kallaði, Jan, það komið tími til að koma inn, það komið kvöldmatur. And this went on for months. Og þetta held áfram í marga mánuði. Finally, Að lokum she got hospitalized. þá var hún lögð inn á spítala. We had a short phone conversation. Við áttum stutt símtal And her last words were this: og hennar síðustu orð voru þessi. you can forget
me, but never forget God. Þú mátt gleyma mér, en aldrei gleyma Guði. I want to see you in heaven. Mér langar til þess að sjá þig á himnum. Friends, Vinir, I didn't know what that meant at that time. ég vissi ekki alveg hvað það þýddi á þessum tíma. She passed on, Hún féll frá, but her voice were loud when she's gone than when she was alive. en rödd hennar heyrðist ennþá hærra þegar hún var farin. Whenever I knew something that was wrong, this voice would reverberate in the back of my brain. Í hvert skipti sem ég var að gera eitthvað sem ég vissi að væri rámt, þá kom þessi rödd upp í huga mér. You can forget me, Þú mátt gleyma mér, but do not forget God. en ekki gleyma Guði. I want to see you in heaven. Ég vil sjá þig á himnum. Friends, Vinir, I want to see you in heaven. ég vil líka sjá þig á himnum. Heaven is real. Himnaríki raunverulegur staður. Do not lose eternity Glatið ekki eilíðinni for the things, for the right here and right now. fyrir það sem er í gangi hér og Set nú. your hearts and minds on another time and another place. Settið hjörtu og huga ykkar á annan stað á annan tíma. The promises is sure. Það er stutt í að lofa þessu uppfyllt. Jesus is coming. Jesús er að koma. This world cannot go on. Þessi heimur mun ekki halda áfram lengi And he is taking us home. og hann ætlar að koma að taka okkur heim. Because this world is not your home. Því að þessi heimur er ekki okkar heimili. I want to see my grandma again. Ég vil sjá ömmu mína aftur. I look forward to that day. Ég hlakka til þess dags. How many of you Hversu mörg ykkar are looking forward hlakka til to seeing someone whom you love, að sjá ástvin ykkar whose life is surrendered to Christ sem hefur gefið líf sitt Kristi, in the day of his coming, að sjá þann einstakling á Jesus coming? þeim Our degi loved Kristi ones kemur are aftur. resting in the grave, yes, Ástvin okkur kunna að vera í gröfunum, but Að soon hvíla and very þar. soon, en brátt og those mjög graves brátt will burst open. þá munu grafinar opna. No graves will be able to hold the love of God. Engin gröf mun geta haldið aftur kærleika Guðs. When Jesus calls his beloved son and daughter, Þegar Jesús kallar á sína elskuðu syni og dætur, arise, rís upp and he will take us. og hann mun Those that are raised from the dead, taka þá sem eru reistir frá those dauðum that are still alive, og þá sem eru enn á lífi will meet in the air munu hittast í háloftunum and take us home. og hann mun fara með okkur heim. Is that your prayer? Það þín bæn? Is that the prayer and the desire of your heart tonight? Það bæn þín og þrá hjarta þíns í kvöld? Lord, I want to be there. Drottinn, ég vil vera þar. Do whatever it takes Gerðu allt það sem þarf in my life í lífi mínu that I will not miss that glorious day. að ég megi ekki missa þeim dýrindir stegi. Is that your prayer? Það bæn þín? Is that your desire this evening? Það þrá þín í kvöld? If that is your prayer Það bæn þín and that is your desire, og það þín þrá, I invite you to stand where you are þá bið ég þér að standa upp and þar sem we þú will ert pray. og við munum biðja saman. We will pray. Mighty God and everlasting Father, Mikli Guð og heimna ævilegi Faðir, thank you for the privilege you have given us to study your word. við þökkum við fyrir þau forréttindi sem við höfum að geta rannsakað orð þitt. Father, this evening we got a glimpse of heaven. Í kvöld höfum við fengið að sjá bara í smá mynd We know that eyes have not seen, hvernig heiminin og við vitum að nor augun hafa are ekki séð ears heard og eyrun hafa ekki heyrt the things that you have for us. þá hluti sem þú hefur fyrirbúið fyrir okkur. But we want to thank you and praise you En við viljum þakka þér og lofa þig that our hearts are drawn to you. að hjörtu okkar eru löðuð að þér. As we stand before you, O Lord, Og þegar við stöndum fram fyrir þér og it Drottinn, is our earnest plea tonight þá það okkar þrá og that ósk in the name of Jesus, að í nafni Jesú not one að ekki einn will be missing on that glorious day. muni vera saknað á þann dýrðar dag. Orchestrate our lives Að
að þú meir stýra lífi okkar á þann do veg whatever it takes, að gera allt það sem þarf that we are there with you when the að time við comes. mættum vera þar með þér Not þegar only tíminn us, kemur. Ekki bara við, but our households heimilisfólk and okkar those whom we love. og ástvinir okkar. This is our earnest plea, Þetta okkar and we thank einlæg you, bæn you've heard our prayers, og við þökkum fyrir það að þú heyrt bænir okkar because we ask it in Jesus. að því við byggjum þess í Jesú nafni. Amen. 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 Thank you very much. Við þökkum Jan kærlega fyrir þennan boðskap og ég minni á að það ekki fyrirlestur annað kvöld, 15. kvöld, en næsti fyrirlestur á föstudagskvöldi klukkan 7 og ég hveti ykkur öll til þess að koma og ekki missa af og endilega taki með einhverja vini eða vinnufélagi þá sem hafa áhuga á og því að þetta sannlega boðskapur til að heyra og deila með öðrum og ég bið ykkur bara þið megi bara hafa það gott og ég bið ykkur bara góða nótt og takk kærlega fyrir í dag.